og við ætlum að taka nokkur atriði úr mælingaverkefnunum núna og byrja á síðasta verkefninu númer 17 spennuregli rafala. Hérna höfum við rafala sem að með sísegulrafala út á endanum og svona rafalar þeir missa ekki segulmögnun vegna þess að þeir eru með sísegul og ef að þeir framleiða ekki spennu þá eitthvað annað vandamál heldur að þeir hafi mist segulmögnun því að hérna framleiða þeir afl til þess að búa til segulmögnunarstraum frá sísegulrafalanum sem sagt frá þriggja-fasa sátri sísegulrafalans því að hérna á ási vélarinnar rafalans lengst til hægri það er 6A. Hér eru síseglar sem að snúast hérna innan í það sem að utanum sátur sísegulrafalans, þriggja-fasa spenna sem framleidd þar inn á spennureglin og þar verður til segulmagnastraumur inn á segulvafið í aðal segulmögnunar rafalanum sem hérna í miðjunni á rafalanum og hér erum við með jafnstraum, segulmagnastraumurinn jafnstraumur og sem að spanast þá upp spenna þegar við hreyfum þriggja-fasa vöf hérna í númer 2 í segulmögnunar rafala og hann þriggja-fasa og hann hérna sendir þá þriggja-fasa spennu eða þriggja-fasa straum inn á afreiðisrás með 6 stígjum því við erum að afreiða þriggja-fasa rafstraum og við erum þá með jafnstraum frá þessari afreiðisbrú með 6 stígjum hérna í 3 og fáum jafnstrauminn hérna inn á pólhjólið í aðalrafalanum. Þannig að það eru 3 rafalar inn í þessum rafala sem við köllum stundum Stamford rafala. Sísegulrafali, segulmögnunarrafali sem reynda þriggja-fasa og síðan aðalrafalinn hérna. Og 4 pólhjólið sem sagt og það sem að skiptist á norður sem sagt rafsegull, norður og söður rafsegull hérna allan hringinn fyrir eftir hvað eru margra póla og þá snúningshraðinn ræðst svolítið af því hvað eru margir pólar í honum eða pólpör og þá spanast upp spenna í sátrinu sem merkt hérna númer 5 og hann framleiðir sem sagt til álagsins hérna og við fylgjumst með spennunni sem við kallum raungildið út af rafalanum, sem sagt raungildi spennunar út af rafalanum. Það tengist þá hérna inn á 7 og allt þetta sem sagt nú sendum við segulmagnastraum til þess að halda réttri spennu alltaf út af rafalanum og hér sem sagt listað upp hvað í þessari kassamynd og ef við lítum strax á tengimyndina af þessum rafala, hún svolítið hérna tengimyndin. Nú snýr þetta bara aðeins öðruvísi, það sem að var lengst til hægri lengst til vinstri á þessari mynd hérna. Því að sísegulrafalinn núna hérna lengst til vinstri. Hér sátur sísegulrafalans framleiðið við þriggja-fasa riðspennu inn á spennureglin til þess að hafa afl til að búa til segulmagnastrauminn og segulmagnastraumurinn hann kemur hérna frá spennureglinum sem sagt plús og mínus inn í gegnum þetta tengibretti hérna inn á segulvafið fyrir segulmagnunarrafalann hérna. Hér eru fastir rafseglar sem sagt í húsi rafalans sem að segla þetta vaf, hérna þriggja-fasa vaf sem að snýst á fleygiferð til þess að framleiða segulmagnastrauminn fyrir pólhjólið sem lengst hérna til hægri. Þetta stóra vaf hérna náttúrulega, það getur skipst á nokkra segulpóla,
rafsegla sem í pólhjólinu, en við breytum þessum 3 fasa reiðspennu hérna frá segulmögnunarrafalanum 3 fasa í jafnspennu með þessum 6 díóðum hérna, þessum afriðli hér. Og svo höfum við hérna straumskiptidíóðu til þess að til dæmis ef að við hérna, erum með minnkandi segulmögnunarspennu hérna að segulorkan úr pólhjólinu, hún hringsóli hérna í gegnum straumskiptidíóðuna og svo sýnist mér á þessu tákni hérna að þetta sé líka einhver senervirkni í þessu, þannig að hún verji kannski þennan hluta hérna fyrir of hárri spennu, þannig að það gæti líka farið einhver straumur í gegnum hana. En að raungildið, við höfum eftir að minnast á það kemur frá aðalsáttuvögunum, þá báum við bara hluta af spennun út af rafalanum, hérna 5 og 6 hérna, inn á tengibrettið 5 og 6, inn á 2 og 3 sem við getum skoðað. Það raungildið sem kemur inn á tengibrettið og ef við skoðum þá stóru stýrirásina, þessa hérna, þá sjáum við að 2 og 3, það raungildið frá rafalanum. Sjá, ætli við getum snúið þessu eitthvað? Já, líklega. Hún fer hérna sjálfsagt langt út fyrir allt. Hvort ég næði þessu inn á? Jú, með því að minnka það. Já. Jú, ég næði að snúa henni endanlega við. Svona. Þá fáum við hérna raungildið inn á 2 og 3 og það verður að jafnspennu hérna yfir R6. Við skoðum þessa stýrirás og það kemur hérna í gegnum þennan spenni hérna sem merktur T1 inn á myndinni. Þannig að raungildið kemur hérna inn og fellur yfir R6. Við skoðum þetta betur á eftir og höldum áfram með verkefnið. Við vorum búin að fara í gegnum öll atriðin í þessari tengimynd og bera hana saman við kassamyndina því að eitt var segulvafið sem að við erum að stilla segulmagnastrauminn inn á þannig að við fáum hérna rétta spennu út af rafalanum. Ef að raungildið lækkar þá fáum við meiri segulmagnastraum og þegar að segulmagnastraumur er nægilega mikill og spenna nægilega há út, þá bara dregur aðeins úr segulmagnastraumnum þar til við náum þessu jafnvægi. Við erum með rétta spennu út af rafalanum. Og þá skulum við skoða hvernig við fórum að því að taka, sem sagt við tókum hérna spennureglinn úr rafalanum og settum hann upp á verkstæði og við ætlum að prófa hann. Og þá notum við 3 einfasa stillanlega spennugjafa til þess að búa til spennu sem að við líkjum eftir að sé frá sátri sísegul rafalans. Þá erum við með 140 V spennu milli fasana hérna, en fasaspennan spenna frá hverjum fasanni í núllið, hún þá það bil 80 og 1 volt tæplega frá hverju spennugjafa fyrir sig. Þannig við fáum hérna 3 fasa spennu sem 140 volt sem kemur hérna inn á spennustillinn og þá það inn að púnta P3, P2, P4 og núllið tengist inn á P1. Og þannig það á þessari mynd hérna, þá eru konum með það hér inn á. Og þessi kassi hérna eru allir þessi 3 einfasa spennar, stillalegu. Við notum ljósaperu, 200 W í ljósaperu í staðinn fyrir segulvafið, því þá sjáum við greinilega líka hvort að reglirinn vinnur eðlilega fyrir segulmagnastrauminn að segulvafinu og raungildið fáum við síðan frá einum stillalegu spennugjafi viðbót sem að líkir eftir
spennunni frá rafalan, frá sátri rafalans sem kemur hérna inn á 2 og 3. Ok, þannig við í heildina þau eru 4 stillanlega spennugjáfa í þetta til að prófa spennureglin. Við fáum svona mynd á sveiflusjá þar sem að við erum með spennu frá afriðun sem að er 3 fasa ófullkomin afriðun til þess að fá 0 í spennuna svo að við látum týristorinn hætta að leiða reglulega í þessari rás, þannig við getum kveikt líka reglulega á honum og nýtt þannig mismunandi mikinn hluta af þessu spennubili. Ef við gætum ekki slökkt á týristornum þá værum við alltaf með bara hámarks segulmagnastraum í rásinni og við réðum ekkert við spennun út af rafalanum, hún væri allt of há. En við getum stjórnað því hversu mikill segulmagnastraumur er með því að kveikja á mismunandi tíma hérna á týristornum til þess að fá mismunandi háa spennu og þá mismunandi mikið afl og þá mismunandi mikinn segulmögnunar straum inn á segulvafið. Og hvernig fáum við fram þessa mynd hérna? Jú, afriðunin, hvað eru margar díóður í þessari afriðun fyrir ófullkomna 3 fasa afriðun? Það eru 4, það eru ekki 6. Það eru 4 til þess að fá 0 í spennuna. Og því að til þess að fá 0 í spennuna þá má afriðunin ekki vera fullkomin. Hérna sjáum við hins vegar 6 díóður og hérna væri við með fullkomna afriðun. Þá væri bara spennan alltaf hérna upp í toppunum. Það eru svo 6 skárur litlar fyrir hverja heila sveiflu í 50 riða spennu. En hvaða tíðni þetta er nákvæmlega, ég man það ekki, en skiptir ekki máli. En með því að sleppa þessum 2 díóðum, þá fáum við 0 í spennuna til þess að geta slökkt á þessum týristor hérna. Og til þess að geta stillt segulmagnastrauminn þannig að við fáum rétta spennu út af rafalanum. Og á meðan að spennan fer í 0 frá þessari afriðsbrú hérna, þá leiðir einn íhlutur hérna í þessari mynd strauminn og heldur honum tiltölulega jöfnum. Og hvaða íhlutur er það? D7, alveg rétt. Þá er það segulorkan sem að skila sér frá segulvafinu hérna sem er merkt hérna exciter field og þá sjáum við það á þessari mynd hérna að þegar að spennan fer niður í 0 þá byrjar D7 að leiða hérna, heldur áfram með strauminn á þessu tímabili hérna. Þar til við fáum spennu aftur frá spennugjáfanum og afriðsrásinni og þá hækkar straumurinn aftur og þarna endur nýjast segulorkan í segulvafinu og síðan tekur D7 aftur við hérna. Þannig að straumurinn verður tiltölulega jafn í rásinni. Og ef að við hoppum síðan yfir í myndina sem er aftast í skýrslunni, skýrslu 17, þá sjáum við að raunverulega mældur segulmagnastraumur er rosalega jafn, eiginlega nokkurn veginn bein lína. En hér á þessari mynd sjáum við ef við værum að nota meira af þessu spennubili þá ætti raunin vera segulmagnastraumurinn að hækka, hann verður meiri. En hérna erum við alltaf samt að láta D7 leiða strauminn áfram í gegnum segulvafið þegar að segulorkan er að skila sér tilbaka. En síðan endurnýjum við alltaf segulorkuna þegar spennan kemur frá spennugjáfanum. Svo að ég ætla að sýna ykkur þá myndina sem er aftast í mælingaverkefninu af straumnum sem er rosalega jafn. Hann er hérna. Sjáu hvað það er næstu því bein lína, þessi straumur hérna. Hann fer ekki mikið niður, sem sagt, þegar að spennan kemur hérna upp, þetta er reyndar
öðruvísi afriðunarás, þetta bara stýrð hálfbylgjuafriðun, þá kemur hérna endurnýjast segulorkan og síðan tekur straumskiptidíóðan við hérna að leiða strauminn og þá bara dvínar hann eitthvað pínviti hérna, hann minnkar ekki mikið og þar til að við fáum spennu aftur frá spenningjafanum, þá sjáum við aðeins hoppað hérna upp og svo bara kemur hérna eykst segulmagnsstraumurinn og síðan tekur straumskiptidíóðan við aftur. Þetta nokkurn veginn næstu því bein lína á segulmagnsstraumnum vegna þessa að þetta hringrásar í gegnum straumskiptidíóðana sem að hérna, þessa D7. Hérna fer þetta bara í þessum hring hérna, þennan hring hérna, þar til að við fáum strauminn aftur hérna niður frá týrstónum og endurnýjar segulorkuna hérna. Og af því að við erum alltaf með jákvæða spennu hérna á anóðun á týrstórin, þá fáum við strauminn hérna niður og alltaf í sömu átti í gegnum segulvafið. Þegar að spennan hættir frá afriðsásinni hérna að koma frá gegnum týrstórin, að þá myndast plús hérna neðanverðu muniði. Myndar spólan, hún verður að spennugjafa, myndar plús hérna neðanverðu, þess vegna opnar D7 fyrir strauminn sem að kemur frá segulorkunni og það hringsólar hérna alveg þangað til að spennan kemur frá týrstónum aftur. Ok, en hvernig þessu stýrt? Við rifja það upp. Hvernig stýrirásin? Hvernig hún að virka? Hérna stýrirásin. Hérna fáum við inn raungildi á spennunni út af rafalanum. Tengist inn á 2 og 3 hérna, inn á spennureglin. Og hér fer spennan, raungildi spennan, í gegnum þennan spenni hérna, T1, og hér sú spenna í eftirvafinu afriðuð með 4 díóðum, hún jöfnuð með þétti og þá getum við kallað spennuna yfir R6 raungildið. Þetta rauninni bara raungildið, svona mynd af raungildi spennunar frá rafalanum, því að ef að álagið eykst á rafalan, lækkar spennan út af honum, þá lækkar spennan yfir R6. Og við erum með þessa hliðtengdu rás hérna, það spennudeiling, það R6, R7, U-beisemmitispenna og R11. Allt þetta raðtengt hérna sem hliðtengt við senedíóðuna. Og senedíóðan hérna, hún heldur alltaf fastri spennu yfir sig og þessa raðtengingu alla saman. Þannig að þá erum við með jöfnu. Vinstra megin jafnaðarmerkið spennan yfir senedíóðuna. Þannig að það föst stærð og það má ekkert breyta einni spennu hérna nema að hinar bregðist við á móti í öfuga átt. Ef að spennan sem sagt lækkar inn á R6, ef álagið eykst á rafalan, þá hækka hinar spennun á móti. Þannig að U-beisemmitispennan hækkar og veldur því að það verður meiri straumur gegnum transistorinn og það veldur að það verður hærri segulmögnunar straumur inn á segulvafið. Og hvað gerist þá með spennu út af rafalanum? Spennan hækkar út af rafalanum og þá kemur hærri spenna inn á 2 og 3, kemur hærri spenna hérna inn á R6 og þannig að þá hún ekki lengur svona of lág spenna hérna í R6, hún jafnast og jafnvel kannski hækkar. Þannig að það dregur aftur úr spennunni milli beis og emittir á transistornum svo að segulmagnastraumurinn hann minnkar inn á segulvafið. Þannig vinnur þetta í grófum dráttum. Ég man ekki hvort að ég sé þetta kannski hérna með merkingunum hérna, að hér höfum við sem sagt ef að R6 lækkar þá hækka hinar spennurnar á móti, U-beisemmitispennan hún hækkar þannig að straumurinn eykst
En ef að þetta allt saman að vinna á hinn veginn, þá lækkar spennan milli base og emitter. Og já, það var í prófinu. Það var myndin í prófinu, alveg rétt. Hún hér, sú mynd, hérna. Þannig að ef að spennan hækkar aftur yfir R6, það minnkar álagi á rafalann, að þá lækkar spennan yfir R7, U-base emitter og UR11. Þannig að U-base emitter spennan, hún dregur þá, minnkar og dregur úr straumnum í gegnum transistorinn, og það veldur því að þéttirinn, hann sem kemur í rásinni hérna innar, hann hleðst upp seinna og þá fáum við seinna púls inn á tírstorinn og fáum minni hluta af spennubilinu, minni segulmagna straum, og þar af leiðandi lækkar spennan út af rafalanum. Þannig virkar þetta, og hér gæti verið prófspurning: hvernig breytist kollektorstraumur transistor 1 ef raungildi spennunar út af rafalanum hækkar? Og þá myndu þið bara byrja að ráðast á hérna formúluna og merkja inn á hana með bláu örfunum. Ef að spennan út af rafalanum hækkar, þá hækkar UR6 og lækka UR7, U-base emitter og UR11. Þá U-base emitter hefur mestu áhrifin á transistorinn náttúrulega, sjálfsögðu, og þá myndi straumurinn, hann minnkar í transistornum. Og hvað er þá svarið? Að kollektorstraumurinn, hann lækkar. Það er málið. Ok, þannig að spurningin getur verið á bara þessa tvo vegu. Hækkar spennan út af rafalanum eða lækkar spennan út af rafalanum, og hvað hefur það áhrif á IK? Því að IK er alveg í sömu átt. Ef að straumurinn lækkar í kollektorrásinni, þá lækkar segulmagnastraumurinn inn á rafalann. Það er alveg í samhengi. Þannig að við þurfum bara að vita þetta. Þá vitum við hvernig straumurinn breytir sér inn á segulvafið. Flott er. Þá er bara seinni hlutinn af skýrslu 17 sem að við skoðum hérna. Þá skiptum við spennuregli. Þá höfum við regli sem að er í rauninni bara einfasa inn, og það eru merkingar á honum, þar sem talað sensing input. Þetta er rauninni raungildið út af rafalanum. Power input, það er að hafa sér inngang frá aukavaði. Því að ef að rafalinn sem að við ætluðum okkur að setja ofan í vélarrúmið er of langur, þá getum við skorið svona innan gæsalappa sísegulrafalann frá í burtu og sett inn rafala í staðinn sem er með aukavaði. Því að þessi spennustuttir, hann er gerður fyrir rafala með aukavaði. Output er þá fyrir segulvafið. Það er þar sem við tengjum ljósaperuna í F1 og F2. Og hér sjáum við munin á Stanford-rafalann, en við myndum þá taka þennan hlut í burtu, sísegulhlutann og vera með staðinn í rauninni. Hér erum við með mynd af því. Aukavafið, það í rauninni myndi bara gefa okkur fasta spennu inn á tengingu sem heitir Z2, inn á þennan spennuregli. Raungildið fáum við áfram frá sáterinu og svo sendum við strauminn út á segulvafið og tengjum þá peru í staðinn ef við verðum að prófa þetta upp á verkstæðin okkar. Við hefðum þá 2 stillanlega spennugjafa
í rauninni spennugjafinn fyrir aukavafið, hann má bara vera beint sennilega bara í 230 volt, hann gefur bara aflið inn á spennureglin, en raungildið, það breytanlegu spennir til þess að sjá hvort að spennureglin vinnur. Því að ef við hækkum spennuna og hækkum alveg upp í topp, þá ætti segulmagnastraumurinn að detta niður við ákveðna spennu, og síðan ætti hann að ráða við það að stjórna að fá bara hæfilegan segulmagnastraum út þannig að spennan út af rafalanum yrði eðlileg, að ná ákveðnu jafnvægi. En ef við erum ekki með aukavaf í rafalanum og við værum með samt segulvaf og segulmagna rafala, þá getum við tengt þetta upp eins og þessi mynd sýnir til vinstri. Þá höfum við bara tengingar inn á fasa og 0 á rafala, þannig bæði aflið og orkan sem við þurfum fyrir að búa til segulmagnastrauminn, og raungildið frá rafalanum kemur inn á sömu tengingar, inn á 7 og 8, en 8 og setan samtengt með skinnu, og svo bara segulvafið tengt við 208 peru eins og áður. Þannig getum við prófað hvort að þetta vinnur rétt þegar við erum að setja upp á verkstæði og skella þessu í samband og tekka spennureglin í lagi. Hvernig rás inn í þessari spennustýringu? Það við sjáum það með því að tengja sveiflusjá við. Ef við sjáum að það langt bil svo kemur allt í einu spenna, þá erum við með bara eina, ef þetta væri alveg heil óslitin hálfbylgja þá værum við bara með eina díóðu, en af því það klift smá framan af bylgjunni, jákvæðu hluta bylgjunnar, að þá erum við bara með einn týristor í kraftrásinni. Síðan á meðan að spennan neikvæð, þá bara ekkert að gerast, þá fellur bara öll spennan, neikvæða spennan, yfir týristorinn, sem þá Þannig að hann hindrar bara strauminn þegar spennan neikvæð, en hleypir strauminum í gegnum sig þegar að spennan jákvæð frá spennugjafanum. Þannig að það eru bara tveir hlutir í kraftrásinni, það bara týristorinn og segulvafið, eða þá peran þegar við erum að prófa þetta, og svo bara spennugjafinn. Og þá bara eitt eftir, að það að sýna hvernig við myndum tengja þetta við og prófa að tengja við rafal 1. Það þá þessi tengimynd þá erum við bara með tengibretti frá honum, fasi á 0 frá rafal 1 myndi tengjast inn á 7 og 8 og setan væri samtengt, og síðan myndi segulvafið tengjast inn á kolinn og sleiturhringi fyrir pólhjólið í rafalanum. En þessi spennureglir, hann nær kannski bara upp spennu á rafalanum, en nær ekki að vera með nægilega mikinn straum ef að rafalinn undir álagi. En þetta væri þá tengingin til að tengja hann við rafal 1. Það var beðið það síðast í skýrslunni sem sagt Þannig að þá það sem að bættist við var í rauninni bara aukavafið, og þá höfum við sér tengingu á spennureglunum fyrir aukavafið, það seta 2. Þannig að við séum alltaf með fasta spennu, kannski 230 V spennu, stöðugt þar inn á, og þá hafa kannski álagssveiflur miklu minni áhrif á kannski raungildið líka Og það sem við spörum kannski við svona rafala með aukavafi, að þá erum við ekki með þennan sísegulrafala. Getur rafalinn verið kannski aðeins styttri.
minni sig. Ok, þá held ég að sé búin að fara í gegnum allt þetta nema sé einhverja spurningar varðandi verkefni 17 og þá skulum við rétt skreppa í verkefni 16. Hérna höfum við rásina fyrir úr verkefni 16 og hér höfum við afreiðisrás sem er hálf stýrð. Það eru bara 2 af 4 íhlutum stýrðir. 2 týristórar á móti 2 díóðum. Og svo höfum við óstýrða afriðum. Fyrir hvað notum við þessa óstýrða afriðum? Við samnýtum díóðu 1 og díóðu 2 með díóðu 3 og díóðu 4 til þess að hafa óstýrða afriðun, bara heilbylgjuafriðun og tengja hana beint inn á COD affallsvæðið. Þannig að við erum með fasta segulmögnun alveg sama á hvaða snúningshraða mótorinn Við höfum bara segulsvið, stöðugt segulsvið í mótornum en stjórnum síðan straumnum í gegnum snúðin. Þannig að þar stjórnum við hraðanum með því að senda mismunandi straum inn á snúðrásina. Og það gerum við með þessum týristórum hérna. Ef við værum komin með vissan ákveðin hraða á mótorinn og við vildum fá meiri hraða, við værum búin að stilla stillimótstöðuna hérna fyrir þessa rás í botn á stillingu 10 eins og við gerðum í verkefninu, hvernig gætum við fengið mótorinn til þess að snúast hraðar? Hérna höfum við þá straumskiptidíóna, hún leiðir strauminn milli þess sem að frá þeim stað sem að spennan hættir frá spennugjafanum, þá byrjar straumskiptidíóna að leiða strauminn hérna í snúðrásina og þegar strauminn er komin í 0, þá kemur aftur spanað mótspennan frá snúðunum. Og kemur hérna í smá tíma þar til við fáum púls aftur og opnum týristórin. Og þá kemur spenna aftur frá spennugjafanum og síðan sem fer spennan í 0, þá kemur aftur straumskiptidíóðan og leiðir strauminn. Þetta gengur svona koll af kolli. Svo að það er hlutverk þessarar díóðu hérna. Og en hvað er hlutverk þetta L2 og L3? Í svona rásum þá myndast svona hátíðni sem getur verið truflun fyrir önnur tæki og fyrir rafkerfi sem sagt hérna út á netið. Til þess að losna við truflun út á netið þá settið hérna þéttir, hérna þessi C3 og spólur líka mjög hátt viðnám gagnvart hárri tíðni. Þannig að þessar L2 og L3 til þess að minnka hættu að komi hérna hátíðni truflun frá þessari rás. L1 í rauninni hefur þann tilgang að komi veg fyrir að verði mikil straumbreyting, snögg straumbreyting í rásinni. Hún sem sagt svona dempari fyrir snögga straumbreytingu. Það verður ekki alveg rosa snögg straumbreyting í þessari jafnstraumsrás vegna þess að L1 í rásinni og hún sem sagt dregur úr þessum straumbreytingum. Þannig að svo höfum við bara hérna yfirrásvörn og segulrófa hér í þessari mynd. Þannig að og við vorum búin að fara yfir það að það föst spenna sem við fáum á segulvafið frá þessum hérna 4 díóðum. Þessar 2 neðri díóður hérna eru samnýttar með týristórum og þessum 2 díóðum hérna fyrir neðan. Þannig að það eru 4 díóður hérna sem að afriða fyrir segulvafið. Ef einhver hefur ekki verið búin átt að segja á því. Ok,
Þá skulum við fara hérna í að átta okkur á þessari mælingu sem við vorum að taka. Við vorum að breyta snúningshraðastillingunni reglulega hérna og mæla spennuna og fengum hérna ákveðið samhengi milli snúningshraðans og spennunar. Svo að út úr því kom að við erum með línulegt samhengi milli spennunar og snúningshraða mótorsins. Það bara nánast alveg bein lína. Og hérna það hægt að rauninni þá útbúa bara formúlu fyrir snúningshraðan. Hvaða spenna inn, þá getum við reiknað út hvaða snúningshraða myndum fá á vélina. Og þá held ég að hérna tengimynd sem að sýnir, sem bara líkir straumrásinni í gegnum snúðrásina sérstaklega, því að þetta LSN, þetta rauninni þetta eru spólurnar í snúðnum og þetta raunviðnamið í snúðnum. Og mótspenna snúðsins, hún táknuð hérna með þessu spennugjafa hér. Þó að þetta sé í rauninni ekki nákvæmlega svona, en þetta svona til þess að líkja því hvað gerist í snúðnum. Hvaða atriði eru í snúðnum sem að hafa áhrif á strauminn í gegnum snúðrásina. Það mótspennan eða spana mótspenna snúðsins, það raunviðnamið í snúðnum og það spanáhrifin í snúðnum, af því það eru spólur í snúðnum. Ok, svo við erum búin að fara í gegnum þetta og þá eigum við bara eftir aðeins að fara í gegnum verkefni 14. Þá skulum við skoða það. Í verkefni 14 þá vorum við að vinna með týristorinn í riðstraumsrás og þá lærðum við fyrst á hvernig við getum stýrt honum með því að nota U19 transistor og hlaða upp þétti og stilla það hversu hratt þéttirinn að hlaðast upp með þessu stilli viðnámi hérna R2. Og það alltaf sama spennan sem að U19 transistorinn brotnar niður, þannig að hann sendir þá púls inn á týristorinn alltaf á sama augnabliki, þannig að við myndum geta fengið svona spennu út. Hann alltaf á sama tíma frá núllinu hlaðast upp þéttirinn og þegar hann komið upp í svona 6,2 volt þá gefur hann púls og þetta gerist alltaf reglulega eftir að spennan fer inn í 0. Þá byrjar þéttirinn að hlaðast upp og líka vegna þess að þegar að spennan fer í 0 þá lokar líka týristorinn, fyrir straumurinn hættir að renna í gegnum týristorinn. Og þá getum við látið þarna, þá bíðum við bara eftir því að þéttirinn sé búin að hlaðast upp í brotspennu U19 transistorsins. Og við sjáum það að við erum með díóðubrú hérna fyrir framann, þannig að þetta stýrð heilbylgjuafriðun. Og þá lítur spennan út svona. Og við fengum minnsta opnunarhornið, eitthvað 16,98. Af hverju það ekki 0 gráður? Það alltaf innbyggð senkun í rásinni. Við þurfum að hlaða þéttinu upp, við þurfum að vinna brotspennu U19 transistorsins og þetta allt saman tekur smá tíma. Og hlutverk sennudíóðunnar að halda hæfilegri vinnuspennu yfir rásina, þannig að við séum alltaf með rétta vinnuspennu á rásinni
og þá hleðst þéttirinn alltaf reglulega upp í þessa spennu, brotspennuna, þannig að við fáum þá ekki flökt í álagið ef við erum alltaf með göngum út frá sömu stýrispennu. Þá þéttirinn alltaf jafn fljótur að hlaðast upp eða jafn lengi að hlaðast upp. Þetta prófuðum við síðan við 60 gráðnar og við reiknuðum út, hvað spennan yrði þá yfir álagið. Hér erum við með mynd af því og líka mynd af týrstóðum, hvaða spenna fellur yfir hann. Því að fyrst þegar spennan byrjar að byggjast upp frá núli, þá fellur spennan yfir týrstóðin þar til við fáum púls og þá hleypir hann straumnum í gegnum rásina í gegnum álagið. Það verður lág spenna yfir týrstóðin en öll spennan fellur þá yfir álagið. Og svo fáum við aftur 60 gráðu bil hérna á milli. Og þá hægt að reikna líka út og mæla og bera saman spennuna yfir peruna þá og mæla og reikna. Og þetta var tiltölulega sama, tiltölulega jafn háar spennur sem voru þarna á ferðinni, mæld og útreiknuð. Skoðum aðeins virkni stýrirásarinnar betur, að við sjáum hér beillína sem spenna sinnudíóðunar. Þegar að spennan kemur upp, þá allt í einu stoppar sinnudíóðan að það verði hærri spenna yfir stýrirásina. Þá hleðst þéttirinn upp í brotspennu júndíónstransdóðsins og þegar að brotspennun náð, þá hleypir júndíónstransdóðin afhleðslu þéttisins inn á stýriskautið og við fáum hérna týrstórinn til að opna og þá fer spennan næstu því niður í 0 volt hérna og þar til við fáum næst spennu frá spennugjafanum upp. Þannig gerist þetta kollakolli og rauðalínan er þess að spenna þéttisins og við það þegar að kemur stýripúlsinn hérna þá verður spennan yfir R5 í rauninni jafn há og næstu því jafn há og spenna þéttisins, eitthvað lítið viðnám í transdóðum kannski, en síðan fer hann aftur niður í 0. En hér sjáum við bara seinni hlutan af spennu yfir R5 og viðnámið, þetta 56 ohma viðnám er mjög fljótt að afhlaða þéttin sem er 0,1 mikrofarad. Það tekur þéttin bara 5,6 mikrosekundur, það er sem sagt 1 tímastuðull að afhlaðast 63% af heildarspennunni. Svo þetta er mjög fljótt að gerast og á þessu tíma þá er púlsinn líka að fara inn á týrstórinn. Hann gerist það náttúrulega í fyrsta augnablikinu. Púlsinn fer inn á týrstórinn. Og síðan skiptum við stýrirás og notum EC-rás með hliðrænum rásum, aðgerðarmagnunum til þess að gefa púls inn á týristóra og þá ef við skoðum það þá sjáum við hérna spennuna sem að við fáum hérna inn á pinna 5. Það er þess að hvenær að reiðspennan fer gegn núlpunktinn, það er skinnið hérna og þá til þess að útbúa þá spennu þá erum við með 2 díóður, D3 og D4
sem er tengt milli sem sagt pinna 5 og pinna 1 sem er bara mínusinn á rásinni. Og þá fáum við einmitt svona mynd af spennunni yfir díóðnar í skýrslunni. Það er þessi mynd hérna, það er rauði ferillinn, það er spennan yfir díóðnar. Við erum með 0,78 spennu hérna uppi, jákvæða hluta, og svo er 0,78 spennu hérna neðanverðu. Þannig að þetta segir okkur hvenær spennan fer í gegnum núllpunktinn. Og það berst hérna sem sagt inn á rásina, inn á pinna 5. Og það erum við með hérna, það fer inn á pinna 5 hérna og þá erum við með 20 viðbót. Við erum með sagartanaspennu sem myndast hérna yfir þannig að þetta sé 10. Við mælum þessa spennu á punkti 10 og það fer hérna merki inn á samhæfingarrás hérna á 0 og sagartanaspennu til þess að til dæmis hér þá afleiður þessi transistor sannlega þéttin reglulega, þannig að þegar að spenna fer í gegnum núllpunktinn þá fer sagartanaspennan niður í 0 volt eða því sem næst og byrjar að hlaðast upp aftur. Og svo er búin til stýrispenna sem er borin saman við sagartanaspennuna og það sjáum við hér er þetta borið saman og þar sem þær mætast stýrispennan í pinna 11 og sagartanaspennan í pinna 10 þá myndast púls frá pinna 15 fyrir jákvæða hluta riðspennunar en svo myndast púls fyrir neikvæða hluta riðspennunar frá pinna 14 og það getur verið heppilegt því að við þurfum að nýta bæði hálfriðin því að þetta varir bara 180 gráður, hálfa bylgju, hver sagartönn, afhleðst hérna alltaf þegar að spennan fer í gegnum núllpunktinn og hleðst síðan aftur upp alltaf í sömu spennu og þá getum við einmitt séð á skýrslunni þessa spennu, hún verður svolítið fyrir áhrifum frá sagartanaspennu, þessi stýrispenna. Hún á að vera beinlína hérna gegn, en þið sjáu að hún dettur hérna smávegis niður. En þar sem það mætast, þá myndast stýripúls. Og ef við skoðum þessa mynd hérna, hér er þetta eiginlega kannski minnsta opnunarhornið væntanlega, að þar sem að þær mætast, sagartanaspennan og stýrispennan, þá myndast stýripúls og þá opnum við fyrir spennuna yfir álagið. Þá sjáum við hérna, í fyrstunni þá vorum við bara með 1 týristor í rásinni og það þýðir að við fáum bara stýrða hálfbylgjuafriðun og þessi mynd er þá í bókinni hérna, skulum finna hana. Já, hún er í rauninni hérna, já, það er þessi mynd hér. Að hægri hlutin hérna, eða lengst hérna til hægri, þar erum við með kraftrásina. Það er álagið og týristorinn. Og hérna erum við bara með 1 púlsspenni vegna þess að við erum bara með hálfstýrða við erum bara með hérna stýrða hálfbylgjuafriðun. Stýrð hálfbylgjuafriðun er notuð í þessari mælingu sem við tókum og við sáum þarna á sveiflusjónni. Þá erum við bara með jákvæða hlutan og þá fáum við bara púls hérna frá, eða nýtum bara púlsinn frá pinna 15. Sjáum hann fer hérna
og inn á beisin á transtornum. Já, transtorinn, hann er rauninni bara að draga strauminn í gegnum forvafið á púlsspennunum hérna. Og við sjáum það að hér er díóð til þess að verja transtorinn fyrir spannpúlsum frá forvafinu. En að öðru leyti þá er þetta ekki neitt flóknar en það að hérna hægra megin er bara kraftrásin, týrstorinn og álagið og svo erum við með díóðu hérna og 2,2 km viðnám til þess að verja stýriskautið, að verði ekki of hár púls inn á stýriskautið, það bara verði hæfilegu púls inn á stýriskautið frá eftirvaginu á púlsspennunum. En eftir því sem að týristornir fara að stækka, verða öflugri, þá þurfa þær kannski öflugri púls og þess vegna erum við að nota púlsspenni. Og annað hlutverk púlsspennis er hreinlega að einangra kraftrásina frá stýrirásinni, því að hér fyrir henni bara segulsvið milli forvás og eftirvás. Það er engin rafmagnsleg tenging hér við týristorinn frá stýrirásinni vegna þess að þetta er bara segulsvið sem hefur hérna áhrif yfir. Eina sambandið við stýrirásina frá 230 V kerfinu er hérna 11 og 0 hérna gegnum 220 kΩ mótstöðu fyrir núllskynjunina. Við þurfum að vita hvenær spennan fer í gegnum núllpunktinn og þess vegna verður það að skila sér hérna inn á pinna 5. Að öðru leyti þá erum við bara með jafnspennu hérna inn á stýrirásinni frá 15 V spenningjafa. Og erfafeinn er náttúrulega til þess að stjórna spennunni inn á fá mismunandi bara jafnspennu inn á pinna 11 hérna til þess að bera saman við sagatanaspennuna sem myndast í pinna 10. Því að C10 er svona í rauninni rétt að byrja að hlaðast upp. Við sjáum eiginlega ekki hleðslukurvu þéttisins. Hann er mjög lítill, hann er bara 47 nanofarad. Og það getur verið kannski hlutaskýringin af hverju við sjáum eitthvað kurvu svona, en það getur verið að hann sé líka bara að hlaðast upp að einhverju leyti, hann sé ekki kominn í nema eitthvað brot af þeirri spennu sem gæti hlaðist upp í, ég veit ekki. En allavega þessi sagatanaspenna, hún er mjög bein. Það er ótrúlega hvað hún lítur út á sveiflusjóni fyrir að vera bein. Við sjáum við hérna, þetta er alveg bein lína. Þetta er ekki eins og uppleðsla á þétti. Maður sér það ekki. Það sé engan sveikinn. Þetta er alveg ótrúlegt hvað við fáum beina í línu hérna í sagatanaspenna. Ok, en síðan sem sagt áfram með skýrslu 14 að síðan förum við og skiptum búnað, tökum hérna stýrirás þar sem við erum með 2 púlsspenna, þannig við stjórnum 2 týrstórum og í þessar rás erum við með stýrða, hálfstýrða heilbylgjuafriðun. Það er sem sagt 2 stýranlegir hlutir í afriðisbrú. Á móti sem sagt 2 díóðum erum við með 2 týrstóra. Og það skiptir ekki máli hvoru megin týrstórarnir eru, hvort það eru tengdir hérna neðanverðu eða ofanverðu, að þetta virkar alveg eins. Svo að þetta er hálfstýrð heilbylgjuafriðun. Ok, spennan sem við fáum út yfir álagið lítur út svona að hér erum við með jákvæða spennutoppa reglulega og restin fellur náttúrulega yfir týrstorinn eða týrstorana. Og
og díóðnar þangað til meðan við erum að bíða eftir stýripúlsinum. Og svona getum við reiknað út spenna yfir álagið við ákveðið opnunarhorn, við kannski minnsta opnunarhornið hérna, og síðan hérna þá þessi spenna hérna, hvort þetta riðspenna eða jafnspenna? Jafnspenna og bætið við fasa og... Já, þetta jafnspenna. Brúin eða aðferðin kölluð hálfstýrð heilbylgjuafriðun. Hálfstýrð heilbylgjuafriðun, já. Þannig að þetta afriðun, það þýðir að þetta jafnspenna. Hún ekki síuð, þannig að það engin þéttir sem að hleðst hérna upp eða að jafna spennuna. Og það ákveðin ástæða fyrir því. Við þurfum að fá spennuna niður í 0 til dæmis til þess að slökkva á týrstórn. Það ástæðan fyrir því að við verðum að fá spennuna niður í 0 aftur. En svo erum við með annað sett hérna af búnaði, það samskonar stýrrás, en við erum með 2 týrstóra í öfugri hliðtengingu, sem sagt ef að spennan jákvæð hérna þá fer straumur kannski gegnum þennan til hægri, og ef að spennan jákvæð hérna við 0 þá fer straumurinn í gegnum vinstri týrstórin og hérna upp í gegnum álagið, og þá hljótum við vera komin hérna með þessa rás í eitthvað annað heldur í jafnspennu. Hvað hérna köllum við þessa bylgju hér? Þetta jafnspenna? Nei. Þetta heilstýrð hálfafriðun? Nei. Nei. Þetta bara virkar eins og dimmerás, eins og bara við værum með træjak. Já, þetta bara ljóst yfir. En þetta getum við kallað líka klift riðspenna. Já, við erum búin að klippa af henni. Og þannig getum við stjórnað spennunni og stjórna afli, til dæmis í hitara, og fengið nákvæmt hitastig til dæmis, einhvers sem við erum að hita upp. Og hérna klippum við bara meira af spennunni, þannig að við fáum minna yfir álagið, og hérna höfum við aðeins meira. En til þess að reikna út þetta sem við ætlum að fara í á föstudaginn, þá þurfum við svona formúlu. Af því að við erum með riðspennu. Við opnunarhorn sem að 68,4 gráður, þá fáum við spennuna, riðspennuna, virkagildi riðspennunar, útreiknað 196,3 volt rúm. Og ef við gerum ráð fyrir spennutöpi í týrustórin, þá erum við með það bil 194 volt. Nú spurning hvort að spenna hafi verið mæld. Jú, hér kemur það fram að hún var mæld 194,3 volt. Þannig að þetta passa nokkuð vel. Ok, svo þá erum við búin að fara í gegnum skýrslu 14. Ég held að við séum komin í gegnum það. Og sem sagt stýrirásin sem við erum notað í þetta lítur það út svona. Já, við erum með þá tvær, það kannski betra að skoða þetta öðruvísi. Á þessari mynd hérna þá sjáum við hvernig við gætum hraðastýrt jafnstraumsmótor með þessari rás hérna. Þá erum við með bæði púls fyrir jákvæða hluta riðspennunar. Við erum púls á pinna 15 hérna. Hann að tengja þetta upp á efri púlsspennin hérna.
sem gefur okkur púls inn á þessa hægri hlið hérna, týrstórinn sem hægra megin hérna, og þá kveikjum við á honum. Ef að spennan neikvæð þá erum við að fá púls frá pinna 14 og inn á neðri transistorinn og púlsspennin hérna. Og þá fáum við spennu púls til að opna týrstórinn sem vinstra megin. Og hér erum við með sama, að við getum verið með mismunandi háa spennu og þar lendi straumi gegnum snúðrásina. En síðan erum við með bara heilbyggjaafriðin hérna, fasta spennu fyrir segulvafið, COD. Þannig erum við búin að teikna upp þá hvernig við getum stýrt hraða á jafnstöðunsmótor sem þetta affarsmótor. Með svona búnaði. Og við gætum líka skipt þessari stýrirás út fyrir bara Arduino, en við þurfum eftir sem áður að vita hvenær spennan fer í gegnum núllpunktinn. Og í hérna þessar mynd hérna, sveiflusjármyndinni af til dæmis þessari spennu hérna, Sagatanspennunni, þá sjáum við að þegar að spennan fer í gegnum núllpunktinn, það afhlóðst þéttirinn hérna, en við þyrftum í rauninni að vita það. Við getum fengið svona merki inn á rás, þar sem að við gæfum púls inn á einn pinna á Arduino þegar að spennan fer í gegnum núllpunktinn. Og þá hægt að láta Arduino taka tíman frá núllinu og þar til hann gefur púls til að opna annarkot týrstor eða træk. Og þannig að ég get sýnt ykkur rás þar sem að búið að tengja svona sérstakar rás til að skynja núllpunktinn í reiðspennunni og svo gefur þá Arduino stýringin púls í gegnum ljóstengi út á træk. En allavega síðasta skýrslan þá yfir hérna Arduino verkefni, reyndar ekki til að stýra þessu, við þurfum að gera það einhvern tíma seinna. Hér vorum við með upptengda rás fyrir vélgæslukerfið. Það var verkefni 6. Og við fengum hérna Tinkercad-forritið til þess að vinna á kóða sem að við fengum frá mjög duglegum nemanda hérna sem útbjó kóða fyrir okkur til þess að líkja eftir virkni vélgæslukerfisins eða vinna sem vélgæslukerfi rás, eða í staðinn fyrir rásina sem við byggðum upp í fyrsta hlutanum af áfanganum. Og þannig að það sem að verkefni ykkar var að átta okkur á því hvernig þið myndu tengja frá Arduino inn á brettið hérna. Þið fengum myndina af brettinu hérna, gátum sett upp í hluti, en við vissuð ekki fyrstu hvernig við áttum að tengja inn á brettið. Til dæmis hvað var inngangurinn hérna, viðvörunarinnggangurinn frá þessum rofa hérna og svo framvegis. Þannig að þá þurftum við að leita þeim upplýsingum úr kóðanum sem að fylgdi með verkefninu. Til dæmis að inngangarnir, biluningangur A, hann tengist inn á pinna 2. Það búið að setja það með konstantskipuninni hérna og flautustopp inn á pinna 3 og kvittun fyrir rauðljósið inn á pinna 4. Útgangarnir eru 5, 6 og 12 og það grænljósið tengist 5,
rauðljósið tengist 6 og flautan tengist 12. Það var gula ljósdíóðan. Svo að þannig gátum við tengt þetta saman. Og þá notum við transistora til þess að við þyrftum ekki að draga eins mikinn straum frá Arduino rásinni fyrir ljósdíóðarnar. Því þá förum við úr svona það bil 12 milliamperum fyrir ljósdíóðu niður í 0,1 milliamper. Þannig að þá leggst ekki eins mikið álag á útgangana á Arduino. Þannig að eitthvað svona getum við kannski fengið, einhvern kóða, þannig við ættum að segja kannski hvernig að tengja saman bretti og Arduino. Hver veit? Nokkrar spurningar varðandi þetta, til dæmis hvor rofinn er fyrir kvittun á rauðljósinu. Við sjáum það ekki út frá þessari rás, við þyrftum að vera með kóðan til að sjá það. En við getum giskað á það að vinstri takkinn hann tengist inn að gula tengingu inn á þristinn og gula var fyrir gulu ljósdíóðunni sem var flautan, það er flautstoppið, þannig að hinn takkinn sem tengist með þessum græna vír að það er væntanlega kvittun á rauðljósinu. Þannig að þetta einhvern veginn svona gæti kannski komið. En þá er ég í rauninni búinn að fara yfir þessar skýrslur í öfugri röð 17, 16, 14 og 6 og þá slekk ég á upptökunni.